Já. Góðan daginn. Fundur settur í bæjarstjórn Hveragerðisbæjar. Þetta 531. fundur haldinn í fjarfundi 11. febrúar 2021 kl. 17. Fundinn sitja Eyþór H. Ólafsson, Friðrik Sigurbjörnsson, Bryndís Eir Þorsteinsdóttir, Aldís Hafsteinsdóttir, Njörður Sigurðsson, Sigrún Árnadóttir, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir og Helga Kristinsdóttir skrifstofustjóri, sem jafnframt rita fundargerð. Einhverjar athugasemdir við fundarboð? Engar koma fram. Við göngum þá til dagskrár og það fyrsta mál á dagskrár, það fundargerð bæjarráðs frá 21. janúar 2021 og þar tökum við sérstaklega fyrir liði 1 og 4 fyrst og byrjum á lið 1 sem bréf frá Villiköttum frá 15. janúar 2021 og tillagan svo að bæjarstjórn samþykki bókun bæjarráðs en orðið laust þennan lið. Enginn kveður sér ljós, þannig ég ber það til samþykktar. Það samþykkt samhljóða. Þá liður 4, það umsókn námsvist utan lögheimilissveitarfélags og tillagan að bæjarstjórn samþykki beiðnina orðið laust. Enginn kveður sér ljós, þannig ég ber það til samþykktar, samþykkt samhljóða. Og þá það fundargerð bæjarráðs frá 21. janúar að öðru leyti orðið laust. Enginn kveður sér ljós, þannig ég ber hann eftir samþykktar, samþykkt samhljóða. Þá það liður 2, það fundargerð bæjarráðs frá 4. febrúar, þar tökum við sérstaklega fyrir liði 7, 10 og 12. Og þá það fyrst liður 7, forkursréttur Austurmörk 20. Og tillagan svo að bæjarstjórn samþykki að falla frá forkursrétti á umræddri húseign en orðið laust. Enginn kveður sér ljós, þannig ég ber það eftir samþykktar, samþykkt samhljóða. Þá það liður 10, það opnun verkkönnunar í verkið Bláskógar 1 niðurrif. Og mig grunar að Njörður ætla að víkja fundi, já. Já, ég hef ekki fundin og þið sendið mér kannski bara skilaboð þegar ég get komið inn aftur. Já, við látum þér vita. Já. Njörður hefur gefið fundinn og þá það tökum við fyrir þennan lið 10, það sem sagt niðurrif á Bláskógum 1 og það tillagan að bæjarstjórn samþykki að taka tilboði lagsbjóðanda Gumma Sig EHF. Orðið laust. Enginn kveður sér ljós, þannig að ég ber það eftir samþykktar, samþykkt samhljóða. Og þá getur Njörður komið aftur ef við getum sendt honum skilaboð. Einhver sem tekur það að sér. Ég skal. Já. Mögulega, nei, hann kemur. Hann ekki átt von á að við verðum svona fljóta að greiða þetta. Ég bara að spá hvort ég hafi verið að senda honum tölvupóst og hann sjáu það þetta ekki að þið farin eitthvað. Nei, hérna hann. Get líka sendt honum, það ekki Ég hringi bara í hann. Það væri náttúrulega bara best ef hann færi á fundinn og myndi reyna að komast inn aftur og þá þyrftum við að admitta hann, einmitt svona. Já, svona. Ok. Velkomin Njörður. Njörður komin aftur á fundinn og þá tökum við fyrir lið 12, það lóðaumsókn Bláskógar 1 og tillagan svo að bæjarstjórn samþykki úthlutunina sem fór fram hjá bæjarráði, orðið laust það.
Engin kveður sér hljóðs, þannig ég ber það til Njörður, viltu? Já, forseti, ég ætlaði bara að segja að ég ætlaði að sitja hjá í þessari lóðaúthlutun. Nú, ok, líka, já, fyrirgefðu. Já, en þess að ég ætlaði nú bara að leyfa meirhlutanum að eiga Bláskóga 1 með húð og hári. Með húð og hári, ok. Þar með talið ákvörðunum kaupinn og þennan gjörning. Og ég sé svo sem sjálfur sér ekki á móti því að lóðin sé úthlutað. Sigrún Gjörnsvel, takk Njörður. Sigrún, við heyrum ekkert í þér. Ég veit það, við sjá. Ætlar þú að sitja hjá líka, eða? Já, ég ætlaði að sitja hjá líka. Ok. En þið verið að afsaka að ég eitthvað að detta inn, þannig ég aðeins að missa Það eitthvað brotkennt hljóðið allavega. Senda það skilaboð á Njörð. Já. Allavega, takk fyrir þetta. Þá var þetta samþykkt, þeir sem eru samþykkir, réttum hönd, lóðaúthlutun, það samþykkt með 5 atkvæðum gegn 2, eða minnihlutin situr hjá, eða minnihluti okkar Hveragerðis situr hjá. Þá það liður 20 fundargerð Heilbrigðiseftirlits Suðurlands og þar tillagan að vísa drögum að samþykktum vatnsvernd til umhverfisnefndar. Orðið laust þennan lið. Engin kveður sér hljóðs. Þannig ég ber það. Aldís Gjörnsvel, viltu? Nei, þessi samþykktum vatnsvernd, hún fylgigagn þarna með fundargerðinni eins og ég sáið og ég ræddi við Sigrúnu, forstjóra Heilbrigðiseftirlitsins eða framkvæmdastjóra rétt fyrir fund og við getum alveg gefið okkur smá tíma til að fara yfir þetta vegna þess að þetta í rauninni ekki tekið til samþykktar fyrir á næsta aðalfundi Heilbrigðiseftirlitsins sem verður þó í tengslum við ársþing SAS næsta haust. En þessi samþykkt í anda annarra svipara sem búið að vera að setja á höfuðborgarsvæðinu þannig að það bara verið að skerpa á reglum og rétt að umhverfisnefndin fari þá bara aðeins betur yfir það. Ok, takk fyrir þetta. Ekki fleiri kveðið sér hljóðs, þannig ég ber þetta upp til samþykktar og vísa þess til umhverfisnefndar. Það samþykkt samhljóða. Þá orðið laust fundargerð bæjarráðs frá 4. febrúar að öðru leyti. Njörður Gjörnsvel. Já, forseti, ég bara velta fyrir mér hvort að bæjarstjórn eigi sérstaklega að taka undir bókun bæjarráðs frá varðandi lið 4. Það varðandi umsögn tillögu til þingsályktun áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða og mér langar kannski bara að heyra í bæjarfulltrúum hvort að það myndi styrkja mál okkar sem ég held við séum öll sammála þessa ályktun úr bæjarráði. Takk fyrir það Njörður. Hvað segir þið hinum það að við hnykkjum á þessari bókun? Það bara sjálfsagt. Aldís Gjörnsvel. Já, takk fyrir það, forseti. Ég bara tek undir það. Þessi bókun okkur hefur fengið svona nokkra athygli allavega og þannig ég held þessi rétt að við bara ítrekkum þetta og komum þessu bara enn betur á framfæri. Það má þó bara bóka þinn að bæjarstjórn tekur undir afstöðuna, eitthvað svoleiðis. Bæjarstjórn tekur undir afstöðu bæjarráðs, eitthvað leys. Allir sáttu við það. Nú ekki fleiri kveðið sér hljóðs fundargerðina, þannig að ég ber hann upp til samþykktar. Það leitað því sem afgreitt var áðan. Það samþykkt samhljóða og þá það liðið 3, það fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar frá 2. febrúar. Þar eru sérstaklega teknir fyrir liðið 2, 3 og 4 og þá það fyrst liðið 2 og ég með tillögu hérna á bókunni afgreiðslu. Bæjarstjórn samþykkir óafgreidd tillaga breytingu á aðalskipulagi verði send Skipulagsstofnun til umsagnar samanber 1. málsgrein 30. grein skipulagslaga og í framhaldi af því kynnti Bæjarstjórn samþykkir óafgreidd tillaga
og auglýst í samræmi með 31. grein laganna. Bæjarstjórn tekur undir bókun nefndarinnar að henni lýst í megin atriðum vel á deiliskipulagsdrögin en telur að huga þurfa á því að hús standi ekki á eða rétt við hraunbrúnina við Varmá og að í deiliskipulagi skuli gera grein fyrir hleðslustöðum fyrir rafbíla. Að teknu tilliti til aldurssamsetningar íbúa í fyrirhuguðu íbúðahverfi þá telur nefndin rétt að skoða verði betur fjöldi bílastæða og sorpgerða og staðsetning þeirra. Sorpgerði það þá aðstaða fyrir sorp á svæðinu. Voruð þið laust þetta? Njörður Björnsson? Já, forseti, bara til skýringar varðandi fjölda bílastæða þá verið að tala að þeim verði fjölgað eða það sem verið að beina til þessar eða? Nú, ég held það sé áttu það, Aldís Björnsson. Ég svona aðeins að velta fyrir mér hvort að bókun bæjarstjórnar sé ekki kannski aðeins of ítarleg því þegar liggur við að mér finnst þetta vera svona vinnupunktar fyrir skipulags- og mannvirkjanefnd í framhaldi af þessum fundi af því að sko ég held að við ættum frekar að hafa þetta þannig bæjarstjórn tekur undir bókun nefndarinnar og þau atriði sem þar koma fram í staðan fyrir að fara að tína til bílastæða og fjalla frá hraunbrún og svona þannig að þetta er svona útfærslu. Já, þetta eru útfærslur og það er líka örugglega margt annað sem þarf að skoða því að þetta voru náttúrulega fyrstu drög að deiliskipulagi sem þarna voru kynnt og það er ýmislegt sem á eftir að skoða betur. Þannig að, en þarna þetta er byggt á, varðandi bílastæðin, þá er þarna byggt á ákveðnu hugmyndafræði svona þennan, ég ætla ekki að kalla það bíllausa lífstíl en allavega að við séum að horfa fram á framtíðarsýn þar sem að einkabíllinn nýtur kannski ekki alveg sömu forréttinda á landsvæðum eins og við þekkjum í dag og þetta er bara eitthvað sem að þau hjá NLFI þurfa bara að útskýra betur og færa rök fyrir með hvað hættu þau ætla að mæta þá bara lífstíl fólks og hvernig þau ætla þá markaðssetja þetta og kynna og með hvað hætti þessi hverfi verða þá fýsileg til búsetu. Og það ég efast ekki að þau eru með miklar og djúpar pælingar það hvernig þau ætla að mæta þessum sjónarmiðum. Þannig að ég held að það, sko, þetta er mjög skemmtileg metnaðarfull hugmynd. Húsin tengjast með göngum á svölunum. Þannig að þó að bílastæði séu kannski langt frá íbúðum þá ertu strax komin inn í svona ákveðin íbúða komplex til að gangi. Þannig að þetta er svona alls konar vangaveltur sem þarna eru. En svona fyrst og síðast var ég að velta fyrir mig hvort við ættum ekki að aðeins að stytta þessa bókun, sko. Helga, náður þessu með að stytta þetta niður í að tekur undir hérna bókun nefndarinnar eitthvað leys. Helga þarna. Nei, þessu. Ok. Þá styttist bara bókunin sem þessu nemur. Bæjarstjórn tekur undir bókun nefndarinnar að henni lýst í meginatriðum vel á deiliskipulagsdrögin og punktum bara. Með þeim athugasemdum sem nefndin gerir. Já, með þeim athugasemdum sem nefndin gerir, já. Þið sáttu þetta? Samþykkt. Það er kannski eitt sem ég langaði að var að böglast í mér, ég langaði að nefna í þessu samhengi sko að við fórum svolítið þessa leið með að fækka bílastæðum á etenreitnum og maður heyrir alveg gagnrýnina sko. Fólk farið að tala svolítið það sé þröngt þarna og þannig að bíllausi lífstíllinn ekki kominn alveg ennþá sko. En allavega þá var það næst liður 3. Það er Hlíðarhagi, breyting á aðal- og deiliskipulagi, umsagnir sem borist hafa og þar tillagan að bæjarstjórn samþykkja ofangreind tillaga, breyting á aðalskipulagi verði send Skipulagsstofnun til umsagnar og í framhaldi af því kynnt nágrönnum og öðrum hagsmunaaðilum samanber lögin og auglýst samhliða tillögu að breyting á deiliskipulagi svæðisins í samræmi við 31. og 43. grein laganna. Voruð þið laust þetta, Hlíðarhagann? Aldís Björnsson. Já, nei, ég ætla nú bara varðandi Hlíðarhagann að
mér líst afar vel á þetta og við erum auðvitað með mál síðar á fundinu varðandi þetta. En það er bara ekki hægt að ljúka af því að Aldin og eiturreiturinn barst í tal, að þá er þetta mikilvægt þar að muna að reiturinn er bara hálfbyggður og bílastæðin eru sameiginlega á öllum reitnum, þannig að í seinni áfangunum eru færri íbúðir á jafnmörg bílastæði. Já, það er rétt. Þannig að þó að það virki lítið núna, þá auðvitað mun það jafnast svona einhverju leyti út þegar allt verður fullbyggt. Takk fyrir það, Aldís. Það er ekki fleiri sem kveða sér ljós, þannig ég ber þennan lið 3 til samþykktar, eins og ég las áðan, samþykktur samliða. Þá er það liður 4, það er Brúarhvammslaut, stofnun lóðar, þannig verið að leiðrétta einhver lóðamörk sem að náði yfir sveitafélagamörk. En hérna tillagan svo við samþykkjum lóðablaðið og við laustum það. Njörður, Forseti, bara aftur til skýringa, vegna þess að ég komst ekki inn í Granna til þess að skoða þetta, eitthvað standa á sér. Þannig að svo ég skildi rétt að þarna er verið að tala lóð sem er bæði í Ölfusi og í Hveragerði og verið að leiðrétta þessi lóðamörk sem eru Hveragerðsmegin eða hvað. Já, ég held að Friðrik þekki þetta ekki, Friðrik gjör svo vel. Já, fórstu, ég velti bara fyrir mig hvort að ég sé vanhæfur í þessu máli, sko. En þetta er náttúrulega lóðin hjá og afa. Svo langt. En ríkisetningar eru náttúrulega að skipta þessu upp, þannig ég veit ekki og þau eru ekki aðili máls beint, sko. Þau kom ekki neitt að þessu máli. En það er sem sagt lóðin, ef ég á að útskýra þetta, lóðin sem afa og amma búa á, sem er í eigu ríkisins, nær sem sagt frá Ölfusi og að Hveragerða læknum sem rennur þarna niður hjá sundlauginni og það er sem sagt verið að skipta þeim parti bara á sveitafélagamörkunum. Þannig að þetta verði í rauninni 2 lóðir, önnur tilheyri Hveragerði og hinn verði innan Ölfuss. En, já, hvað segir Aldís varðandi vanhæfi? Sko, ég myndi víkja. Já. Svona vippað af þér heyrnartólunum, þetta er auðvitað ekki mál, en bara af því að þetta er bara það nátengt, sko. Akkurat. Ok, Friðrik víkur á meðan við afgreiðum þetta. Ég er aðeins að velta fyrir mig hvort ég ætti að vippa upp á skjáinn afstöðumynd af lóðinni, ég hef komið með hana hérna. Já, ég held að það verið kannski ágætt af því þetta er svona forvitnilegt svolítið, sko, myndast þarna byggingalóð í Hveragerði eða Ölfusi, ég man það ekki. Nei, það myndast engin byggingalóð út úr þessu, sko. Það er ekki svoleiðis, nei. Nei. Sjáu þetta. Sko, hér er Brúarhvammur, gamli. Sjáu, ef þið sjáu öruna hreyfast, þá má einhver segja jafnvægt. Já, hér er sem sagt Brúarhvammur gamli og þetta er Brúarhvammur 1. Þetta hús er í Hveragerði og landamerki Hveragerðisbær Ölfus liggja nákvæmlega hér. Þannig að þetta er endinn hérna, túnið fyrir neðan Blakvöllin og svo kemur þessi lína hérna og mætir þessu hér. Þannig að hér verður þá Dastu út. Heyrum ekki í þér. Ég heyrist ekki í þér. Aftur byrjað á þessu. Og það er bara út aftur, já. Það lítur að leysast. Já. Æ. Þetta er bara mjög gott að ná þessu mómenti á upptöku. Nú getum við sýnt TRS þetta. Já. Þetta er gjörsamlega óþolandi, sko. Ég trúa þér þess ekki. Nei, eins og virkið gerist þetta aldrei þegar ég ætla að sýna þetta, sko. Nei, ok. En hérna er þetta komið aftur og þetta er í rauninni bara verið að búa til þessa lóð. Hún er ekkert af þessi byggingaland, eða mjög ólíklega. Þetta er yfir affallslæknum, eða þarna til hliðar við hann.
fyrir neðan sundlaugina og þetta náttúrulega bara gilið þarna og smá ræma fyrir ofan og neðan brúa hvað meitt. Þannig að þetta staðsetningin samsagt. Og þetta sannanlega í eigu ríkisins? Sko, allt gamla Fagrafosslandið ríkisland og þarna erfðafesta í gangi. Síðastir ég vissi allavega. Takk fyrir það. Jóhanna, gjörðu svo vel. Já, forseti, Aldís svaraði nú kannski heila fyrirspurninu minni. Ég var svona bara veltaði fyrir mig tilgangi í þessa, hvað væri verið að fá út úr þessu, með þessu aðgerð, sko, en þú talar erfðafestu. Það náttúrulega bara verið að koma til móts við óskir svona lóðar hafa á þessu svæði, sko. Skýra þetta út eitthvað. En tillagan svo að bæja svo samþykki lóðarblaðið, þið sátt við það? Allir sátt við það. Og þá má Friðrik koma inn aftur. Aldís, getur þú sendt honum skilaboð? Já. Friðrik komin aftur, þá er bara fundagerðin að öðru leyti. Og nú ekkert mikið eftir í henni, held ég. Njörður, gjörðu svo vel. Já, forseti, það nú bara einn liður sem eftir að fundagerðinni og það nýtt deiluskipulag við Varmá í Hveragerði og þarna minnst á rafræna íbúafund og mér langar bara að koma því að framfæra. Mér finnst þessi tími kl. 17 sem í lok vinnudags og inn í vinnudegi sumra og margir mögulega á leið heim úr vinnu, hann eiginlega ómögulegur og við höfum oft tekið þessa umræðu áður. Þannig að mér langar bara að leggja það til að í framtíðina við færum þetta á tíma sem að fleiri geta fylgst með eða sótt slíka fundi. Takk Njörður, ég fann eftir þessar umræðu. Aldís, gjörðu svo vel. Já, ég ætla mér fyrst alveg að bara fagna því hvað þessi fundur tókst vel og það sótt hann á milli 30-40 manns, svona þegar allt talið. Það bara eilífðar hausverkur að finna tíma sem hentar öllum og það liggur við að, svona talandi íbúalýðræði, að þetta sé verðugt verkefni til að dúndra út í kosningu. Hvenær eigum við að hafa íbúafundi? Því ef við höfum það á kvöldin, þá erum við komin inn í annað fréttatíman eða kóraæfinguna eða fólk bara farið að sofa. Þannig að þetta bara rosalega snúið. Og við byrjuðum með þessa 5 fundi eftir þennan fundatíma og einhverju pastaspjall. En ég held að þetta sé bara flott verkefni í litla skoðanakönnun og dundraðis út á Hveragerðinga síðan. Og vona svo bara að sé ekki bara utanbæjar Hveragerðingarnir sem að taka þátt í því. Nei. Takk fyrir þetta, ég ætlaði nú kannski ekki að vera blækja málið en myndavélin hjá þér frosin samt. Já, það kemur mér ekkert á óvart. Bryndís, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætlaði bara að segja að mér finnst bara þessi fundur bara mjög góður og ég hlustaði á hann og var bara margt gott sem kom þarna fram. Samt ekki hægt að nálgast fundinn í upptöku? Hvernig var það aftur? Jú, hann kominn inn á heimasíðu Hveragerðisbæjar og þarna hann þar í upptöku og ég vil nú endilega hvetja fólk til þeir sem ætla að horfa að byrja á mínútu 3. Þegar að allt aldrið og svona nastlið búið, sko, í þeim sem á fundur. Kannski þurftu bara að kynna það fyrir fólki að þetta sé þarna. Það eru byggilega margir sem myndu vilja bara kannski hlusta eftir á. Já, við munum setja þetta bara inn á Hveragerðingar. Já. En svo aðra fréttir, það enda allar þar. Já. Ég ætla að loka mig út og inn aftur í 3 viku vonandi að lagist. Flott. Takk fyrir þetta. Friðrik, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég tek undir það að þetta var mjög vel heppnaður skipulagsfundur og fólk hefur örugglega haft gaman að horfa á mig borðað Prins Pólo þarna í byrjun fundarins. Eins og Aldís bæjarstjóri hafði gaman að því. En það virðist vanta lið 5 inn í fundagerð byggingu og skipulags mannvirkjanefndar. Allan í Granna eru 5 liðir og 5. liður úrskurður umhverfis og hvað heitir þetta? Varðandi kærumáli á niðri við á húsinu í Skaftafelli.
Ok, það kemur ekki hérna inn. Þetta var lagt fram til kynningar segja á þessum fundi. Ok, Í granna. Það var bara orðið einhver mistök þarna. Sko ræða við Guðmund. en það er bara lagt fram til kynningar þannig að kannski. En ok, þegar hún bara setja það bara nýja fundagerð þarna inni og orðið er laust ennþá. Enginn kveður sér ljós, þannig að ég ber fundagerð skipulags- og mannvirkjanefndar upp til samþykktar. Leitin rættur áðan og það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 4 í fundagerð fundar boði bæjarstjórnar. Það er fundagerð fræðslunefndar frá 2. febrúar. Þar tökum við sérstaklega fyrir liði 2 og 6 og það er í fyrst liður 2. Það er skýrsla skólastjóra grunnskólans og þar er tillaga að bæjarstjórn samþykki að skipa að verði starfshópur með utanaðkomandi aðstoð til að yfirfara og endurbæta skólastefnu bæjarins. Bæjarstjóra og formanni fræðslunefndar verði falið að leggja fram tillögu að aðilum í starfshópinn ásamt tillögu að ráðgjafa sem starfað gæti með hópnum fyrir bæjarráð. Orðið laust þetta. Allir sáttu við það og enginn kveður sér ljós, þannig að ég ber það til samþykktar. Samþykkt samhljóða. Þá er það liður 6, hugarfrelsi, námskeið og eftirfylgni. Það er til að það bæjarstjórn samþykki að fela menningar- og frístundafulltrúa að vinna áfram að málinu í samræmi við bókun nefndarinnar. Allir sáttu við það, enginn kveður sér ljós, þannig að ég ber það til samþykktar. Og þá er fundagerð fræðslunefndar orðið laust fundagerð fræðslunefndar að öðru leyti. Friðrik Jónsson. Já, forseti. Ég hef nú bara byrjaði að lýsa yfir ánægja sem verið að fara að skoða þessa skólastefnu bæjarins. Bara var fróðlegt að fylgjast með því. Svo vil ég líka fagna því að fræðslunefnd sé nú komin inn á þetta fórum, þannig að það er mun auðveldara að lesa út úr fundagerðum og miklu markvissara. Svo að lokum vil ég fagna því að leikskólinn Undraland er komið með heimasíðu sem er virkilega virk. Mjög ánægilegt, nú bíð ég spenntur eftir að sjá hvað leikskólinn Óskaland gerir varðandi þessi mál. Já, þetta er mjög flott, já. Fleiri? Enginn kveður sér ljós, þannig að ég ber þessa fundagerð fræðslunefndar upp til samþykktar, samþykkt samhljóða. Þá er liður 5, það er fundagerð kjörstjórnar frá 18. janúar. Orðið laust. Enginn kveður sér ljós, þannig að ég ber hana upp til samþykktar, samþykkt samhljóða. Þá er það liður 6, það er bréf frá sveitarfélaginu Ölfus frá 1. febrúar. Það er tilkynnt breyting á fulltrúum Ölfus í fræðslunefnd. Baldur Guðmundsson verði aðalmaður og Indiana Sólveig Markvers verði varamaður. Og tillagan svo að bæjarstjórn samþykki breytinguna. Orðið laust. Enginn kveður sér ljós, þannig að ég ber það til samþykktar, samþykkt samhljóða. Þá er það liður 7, það er forkaupsréttur á Breiðumörk 22. Það liggur fyrir bréf frá Fagvís þar sem óskað er eftir að Hveragerðisbær falli frá forkaupsrétti af fasteigninni Breiðumörk 22 og tillagan er svo við samþykkjum það. Orðið laust. Njörður Björnsson. Forseti, en leita ég nánar upplýsinga, ég gat ekki alveg séð út úr þessu skjölum hvaða hluti af húsinu þetta er. Þetta er líklega mjög lítill hluti þar sem þetta er lágt verð. Þetta er gamla pósthúsið, ekki satt? Jú, þetta er tækjasalurinn á bakvið í rauninni í bakhúsinu. Já. Uppi. Og svo hluti af kjallarann með, held ég. Já. Fleiri sem vilja. Og það er skýrt. Þá ber ég þetta upp til samþykktar að falla frá forkaupsrétti. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 8, það er minnisblað frá bæjarstjóra varðandi fráveitulögn frá Hlíðarhaga, þar sem við vorum að ræða áðan. Og tillagan er svo að bæjarstjóri samþykkja nú þegar verði boðin út fráveitulögn frá fyrirhugaðri íbúðabyggð í Hlíðarhaga og að brunni í Laufskógum. Kostnaði verið mætt með greiðslum lóðarhafa í Hlíðarhaga sem eru í samræmi við samning milli aðila varðandi uppbygging á svæðinu.
Fráveitulögnin mun einnig þjónusta nýja byggð við Varmá en deiliskipulagsvinna á þeim reit á lokastigi. Voru þið laust þetta? Engin hversu ljós, þannig að ég ber það til samþykkt samhljóða. Þá það tillaga frá D-lista bílastæði við skólamörk og við leggjum þarna fram við leggjum til að hönnun hefjist nú þegar á bílastæðinu milli Breiðumörk 24 og íþróttahússins skólamörk með það fyrir augum að bílaplani nýtist þeirri fjölbreyttu starfsemi sem þar í nágrenninu en taki einnig mið á þeirri staðreynd að planið á skólasvæðinu og tengist einnig listigarðinum Fossflöt. Meirihlutinn leggur til að við hönnuna verði horft til þess að planið geti fyrir utan að vera bílastæði nýst sem með fjölbreyttum hætti með sem fjölbreyttustum hætti mætti laga þarna við hátíðahöld og íþróttaiðkun réttir einnig að horfa til þess að gróhanna aðkomu að núverandi anddyri grunnskólans í Hveragerði en þar sem fyrirhuguð viðbyggingi þá átt í framtíðin ekki skynsamlegt að ráðast út í endanlega framkvæmdir við frágang fyrir en sú viðbygging verður að veruleika. Tillagan sú sem að skipulagsfulltrúa verði falið að hefja þessa vinnu en hafi hann samráð við nefndi bæjarins á þessu sviði auk þeirra starfsmanna sem málið varðar. Það greinargerð með þessu. Eins og sjá má á myndinni hér meðfylgjandi sem að ég held að hafi vantað reyndar. Stórt ómalbyggað plan við íþróttahúsi skólamörk þar sem fjölda bíla lagt á álagstímum. Bílaplanið gæti tekið við hátt í 100 bifreiðum með góðri hönnun ef eingöngu væri horft til notkunar þessum bílastæðis. Hinir fjölmörgu veitingastæði sem í miðbæ Hveragerðis laða að sér 20.000 gesta á ári hverju, rétt eins og listugarðurinn Fossflöt og Hveragarðurinn eins og fátt eitt sé talið. Það löngu ljóst að það krefjandi verkefni og úrlausnarefni til framtíðar að útbúa bílastæði fyrir almenningi í miðbænum. Þar sem þetta bílastæði staðsett í raun innan skólasvæðis og stórt íþróttamannvirki, þá einnig rétt að við framtíðarskipulag verið tekið mið á þeirri staðreynd. Undir þetta rita Eyþór, Bryndís, Friðrik og Aldís. Og þið laust. Njörður, Björnsvöld. Já, forseti. Takk fyrir þetta. Þetta bara mjög áhugavert. Í þessu felst væntanlega einhver kostnaður og hvaðan mun sá hvar tökum við það fjármagn og áttið ykkur á hversu hár hann nú veit ég það bara ekki. Og ef ég bara svo að ég skilji þetta rétt, leita mikilla upplýsinga á þessu fundi, þetta allt malaplanið sem undir þarna sem bakvið það ekki. Já. Rauninni vestan við íþróttahúsið, sem sagt að Fljótsmörk. Já, nákvæmlega. Akkurat. Mér dettur eitt í hug sem maður kannski mætti hafa þá í huga við hönnunina vegna þess að mér minnir að við höfum skilgreint varðandi sölu, að það væri hægt að hafa söluvagna þarna, ekki satt. Ef ég man rétt, að þá væri hægt að hafa það í huga við hönnunina að þarna væri þá kannski hægt að komast í rafmagn og kannski og í fráveitu ef að við viljum það sem ég held að sé nauðsynlegt fyrir matarvagna til dæmis. Þannig að það væri kannski haft í huga við hönnunina. Annars bara sýnist mér þetta að vera ágætt mál. Ég held að sé nú líka skynsamlegt að rafmagn sé fyrir hendi eins og fyrir loftkastala eða svona alls konar samkomur. En takk fyrir þetta Njörður. Sigrún Gjálsvel. Já, Njörður eiginlega spurði spurningarna sem ég ætlaði að spyrja. En það var akkurat, þetta alltaf allt planið, það gerði ekki upp að handhafinu húsinu sem við verið að tala um. Jú, alveg að handhafinu húsinu. Það var, já, akkurat og svo var það bara þetta rafmagn sem ég ætlaði að nefna líka. Þannig að þetta allt komið fram. Takk. Ok, takk fyrir þetta. Jóhanna Gjálsvel. Já, forseti, takk. Já, mér finnst þetta bara, þetta jákvæmt, þetta eitt af þeim verkefni sem við þurfum klárlega að ráðast í. Ég samt aðeins að, nú ekkert rosalega langt síðan að við vorum í fjárhagsáætlanagerð sem við unnum öll saman. Ég man samt ekki eftir að þessi umræða hafi komið upp að við ætlum að ráðast í þetta planið eða hönnunin á þessu. Við höfum talað planið í Hamarshöllinni
að við ætlum nú kannski ekkert að klára það sem við erum byrjað á, en mér finnst þetta klárlega að vera eitt af þeim verkefnum sem við þurfum að ráðast í og gott að fara í hönnunina. En ég tek líka undir það sem hann Njörður og Sigrún voru að tala hérna, að mynda hafi huga varðandi rafmagn og fráveitu. Takk. Takk Jóhanna. Bryndís Gjörsvöld. Ég held að vísu að Aldís sé á undan. Nú, það? Já, ég held að. Sorry. Aldís Gjörsvöld. Sko, ég var nú reyndar að spá hvort ég ætti að deila með ykkur skjá úr því að myndi fylgdi ekki líka fyrir þá sem að munu einhvern tímann horfa á þennan fund, sko. Þannig að það spurning hvort að Bryndís, ef hún með spurningu, komið þá fyrst. Já, ok. Ég ætlaði bara að, ég var eitthvað að hugsa þetta sambandi við þetta plan. Ef við ætlum að ráðast í þetta, þá væri líka kannski sniðugt að hugsa svolítið með lýsinguna. Því það ég keyri svo oft á mótnana inn á þetta plan með strákanum mína. Og það svo mikið af börnum sem náttúrulega labba þarna og það óbáslega mikið myrkur akkurat á þessum stað. Bara svona, getum haft það í huga. Takk. Takk fyrir það. Friðrik, vilt þú kannski vera næstur áður? Já, ég ætlaði bara rétt að skjóta inn í varðandi fjármögnun. Það var náttúrulega bara verið að leggja til að það fara af stað í hönnun á þessu en náttúrulega ekki í framkvæmdinni sjálfri. Nei. Þannig að það mun væntanlega koma til á næsta ári. Bara svona til að svara þeim spurningum. Ég var kannski að spyrja það, kostnaði við hönnun á þessu? Já, þess vegna skipulagsfulltrúi lagt til þess að reyna að hafa þetta innan hús og svona með minna móti kostnaðinum á þessu. En Aldís Gjörsvöld, þú vilt skýra út kannski bæði... Ég búin að deila hana það? Já. Sko, við þekkjum auðvitað öll aðstæður. Við þekkjum þetta stóra malarplan sem hérna og hér sjáum við lóðamörkin. Lóðamörkin auðvitað marka þetta plan, þannig að við erum kannski ekki að fara í neitt frágang alveg hérna upp við, af því að hér eru hreinlega byggingareitir, einhvers staðar hérna. Hérna líka byggingareitur, muniði. Í miðbæjarskipulaginu sem tiltölulega nýlegt búið að skilgreina byggingareiti hér vítt og breitt á skólalóðinni sem þarf auðvitað að taka tillit til. Þessi gata, þetta skólamörkin, það búið að leggja hana af, eðlilega, það verður byggja á henni. Hérna mun koma gríðarstór og mikil gangstétt og þetta allt inn í framkvæmdinni, frágangur sem hér. Þannig að það alveg eðlilegt að það sé hafin vinna við að skoða með hvað hætti við höldum áfram. Og ég ætlum reyndar að segja, ég ger ekki ráð fyrir að Guðmundur Baldursson fara að hanna hérna bílaplanið, heldur að hann kannski frekar marki einhverja stefnu hvað við sjáum fyrir okkur og meti síðan hver sé bestu til þess að fara í það. Landslag og Þráinn Hauksson hafa auðvitað hannað allan listigarðinn, þeir hafa hannað hérna umhverfi skólans hér og þeir hafa hannað skólalóðina. Þannig að það ekkert ólíklegt að leita í þeirra smiðju allavega það hvernig þetta verður best gert. En málið að bara hönnunarferlið bara, það tímafrekt og við vitum það alveg að með þessum fjölda veitingastaði sem komin hérna í miðbæ Hveragerðis og bara viðburðir sem hér eru, þá bráðvantar í rauninni almenningsbílastæði. Og þetta getur þjónað sem slíkt. Auðvitað bara eins og gert þegar verið að malbika bílaplön og hanna þau, sko, þá farið í alls konar vinnu við hönnun og götulýsingunni, það fráveitukerfið, það regnvatnslagnirnar, rafmagnstengingar þar af leiðandi koma sjálfu sér. Sko, ef við ætlum að gera það, ef við ætlum að malbika þetta bara eins og planið við Hverakaup eða planið við skólamörkina, þá voru þau plön bara, þau voru ekkert hönnu, það var bara dundrað malbiki ofan á núverandi undirlag og svo bara vonað það besta og það hefur alveg gefist ágætlega, en það ekki hönnun á bílaplani eins og við þekkjum það, með, þið vitið, lýsingu og kantsteinum og upphækkunum mögulegum og aðstöðusköpun og borðum og bekkjum og hvað veit ég sem að myndir kannski vilja sjá fyrir sér á þessum stað. Þannig að þetta svona fyrsta skrefið að þetta bara dýrmætt svæði og mjög mikilvægt fyrir bara alla sem sækja þjónustu í miðbæinn og að því ég horfi nú þarna út alla daga, þá get ég sagt að á álagstímum þá þetta plan bara algjört kaos. Þannig þarf bara að gera bragabót af því, merkja bílastæði og setja upp lýsing og gera þetta þannig að þetta sé hreinlega ekki stórhættulegt. Takk fyrir þetta, Aldís.
En mér finnst nú eiginlega að blasa svolítið við að við förum að handverkshúsinu, en Njörður gjörðu svo vel. Forseti, ég vildi bara aðeins nefna eitt sem að flaug í huga minn og gæti auðvitað nýst á þessu bílastæði og mögulegt að hafa í huga við hönnun þess að verði fjölgun íbúa hér í Hveragerði eins og svo mikil eins og hún virðist ætla að verða allavega með fjölda íbúða sem í byggingu hér. Það má alveg gera ráð fyrir því að í nánustu framtíð þá þurfum við mögulega að setja niður einhverjar lausar skólastofur og kannski kann að það að vera ágætt staðsetning þarna á bílaplaninu, sérstaklega ef hugað að því að þarna sé rafmagn, fráveita og vatnsveita auðvelt að tengja við slíkt. Þannig að ég held að það ætti að hafa í huga. Það allavega ljóst að það þarf allavega að mæta fjölgunin í skólanum á einhvern hátt, mögulega með lausum skólastofum í einhvern tíma eins og yfirleitt gert þegar fjölgar hratt. Takk fyrir þetta. Það er örugglega rétt að hafa í huga. Fleiri einhverjir sem vilja tjá sig? Nú ef ekki þá bara ber ég þessa tillögu til samþykktar og þeir sem samþykkir þetta bönd, það er samþykkt samhljóða. Og þá er komið að lið 11. Nei, 10 fyrirgefið. Það er tillaga frá Frjálsum með Framsókn fjölskyldu sundkort. Ég ætla nú bara að gefa Jóhannu orðið og beða hann að Já, takk forseti. Já, ég ætla að lesa hana fyrir ykkur, takk. Fulltrúi Frjálsra með Framsókn leggur fram eftirfarandi tillögu. Ég legg það til að kanna verði hvort að grundvöllur sé fyrir sameiginlegu fjölskyldu sundkorti í samstarfi við nágrannar sveitarfélögin Árborg og Ölfus. Greinargerð. Sund er góð hreyfing, þetta er hreyfing sem hægt er að stunda alla ævina. Hún eykur liðleika og bætir líkamsstöðun og hentar fjölbreyttum aldurshópi. Sundlaugarnar hafa upp á margt að bjóða, hvort sem það er sundlaugin sjálf til að synda í heitu potnir, guðvana eða rennibrautnir þar sem við á. Ekki síst er það félagslega þátturinn, samverustund fjölskyldunar, hitta fólk í pottinum og eiga þeir góðar samræður eða bara njóta kyrrðar en það sem enginn annar er. Markmið fjölskyldu sundkorts í samstarfi við nágrannar sveitarfélögin væri að auka þjónustu við íbúa sveitarfélaganna, auka afþreyingarmöguleika á hagkvæmari máta, stuðla að heilsubót og bættri lýðheilsu. Svo vitnað sé í leiðarljós íþrótta- og frístundastefnu Hveragerðisbæjar, góð samvinna bæjarfélagsins, íþrótta- og frístundafélaga og annar aðilar stuðlar að bættri lýðheilsu íbúanna. Meginmarkmið Hveragerðisbæjar í málaflokknum er að skapa tækifæri fyrir íbúa til bættra lífsgæða með fjölbreyttum möguleikum til hreyfingar og útiveru, iðkunar íþrótta og annarrar afþreyingar og frístundaiðju. Einnig að tryggja börnum og ungmennum umhverfi þar sem unnið er markvisst gegn áhættuhegðun, svo sem einelti, ofbeldi, klámvæðingu og notkun vímuefna. Ennfremur í almenna kafla íþróttir og frístundur segir: efla samstarf við nágrannar sveitarfélög nýtingu íþróttamannvirkja. Frjáls með Framsókn leggja mikla áherslu á málefni fjölskyldunar í stefnuskrá sinni og hvetja til þess að gengið verði að þessari tillögu. Og undir þetta rita ég sjálf, Jóhanna Jónsdóttir. Takk fyrir þetta. Kannski áður en við höldum áfram að tillagan sem ég hef með allavega hérna til að byrja með er að bæja svo samþykkja vísa tillögunum til menningar, íþrótta og frístundanefndar til umfjöllunar. Það kannski þarf að ræða svolítið vel hvernig á að útfæra svona. Ég held að hugmyndi sé í grunninn góð. En hérna orðið laust annars. Njörður gjörðu svo vel. Já, forseti, takk fyrir og takk fyrir ágæta tillögu. Það er kannski bara nokkra spurningar sem að kannski Jóhanna getur varpa ljósi á, en annars reikna ég með að við fáum bara umfjöllun í nefndinni. Ég bara velti fyrir mér svona, hefur eitthvað sýn eða upplýsingar hvernig kostnaðarskipting getur verið á milli sveitarfélagana, þannig að ég ímynda mér að rekstrarkostnaður sundlaugana sé misjafn. Þetta er þannig í eðli sínu og hvernig þetta geti verið útfærslan eins og Eyþór nefnir. Það er bara það sem ég hef í huga. Takk annars fyrir ágæta tillögu. Takk Njörður. Bryndís gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta.
Mér finnst þetta mjög góð hugmynd og bara mjög jákvætt, en ég einmitt með eina spurningu sem kannski beinist til Jóhannu og ég ætlaði bara að spyrja hana hvort hún hefur tekið eitthvað svona púlsinn á þessum sundlaugum í kringum okkur, hvort þú hafir eitthvað, hvort það bara verið bara eitthvað rætt við þau og ef þú hefur gert það, hvernig undirtektur fékkstu? Takk. Takk Bryndís, Jóhanna Gjörsvöld. Já, takk bæði Njörður og Bryndís fyrir að taka vel í þessa hugmynd. Sko, ég hef nú kannski ekki beint umboð til þess að fara að hefja eitthvað samningaviðræður við önnur sveitarfélög, en sko ég skrifaði reyndar grein álíka tillögu, en hún var reyndar stærri í sniðum og hún fékk gríðarlega athygli og var sem sagt vel tekið og fólki fannst þetta ágætis hugmynd, en ég ákvaða því að ég átti nú svona óformlegan fund með Aldísi sem að tjá mig það að sambandi hefur kannski ekki bólmagn í það að vera að sinna þessu, þetta væri bara flókið framkvæmt, þannig að mér datt nú í hug hvort við gætum ekki verið í einhverju örlítið meiri samstarfi með þetta. Það væri kannski ekki mjög flókið í framkvæmt, ég veit ekki, en mér líst vel á eitthvað tillögu að vísa þessu til menningar- og frístundanefndar að finna kannski eitthvað flöt á þessu. Ég fór að sjálfsögðu eitthvað aðeins í að kynna mér verð í nágranna sveitarfélögunum og árskort eru bara á mjög svipuðu verði hjá okkur. Það er reynda dýrast hjá okkur á 31.000, í Ölfusi eru á 29.400 og 30.000 í Árborg, og auðvitað væri voðalega huggulegt að við hefðum kannski eitt árskort sem myndi gilda í allar þessu sundlaugar og ég held þetta sé í grunni þannig að flestir eru bara að nýta sína sundlaug í sínu sveitarfélagi en eru kannski að fara eitt og eitt skipti til nágrannar sveitarfélagana og mér finnst þetta bara huggulegt, vinabæjaverkefni eða eitthvað, og við fengjum þá kannski líka fólk í heimsókn til okkar og sem að myndi kannski nýta sér afþreyinga möguleika að nýta matarmenningu Hveragerðisbæjar af því að eða fá sér ís í næsta bæjarfélagi, ég veit það ekki, af því að það er búið að spara svo mikið á sundkortinu. En ég held að það væri bara allt í lagi að menningar- og frístundanefnd fengi það verkefni að kanna þetta eitthvað betur. Takk Jóhanna, Aldís Gjörsvöld. Já, ég tek undir það að mér finnst rétt að nefndin fari og grefi þetta svolítið til mergjara. Mér langar samt aðeins að forvitna hver er í raun hugsunin Er hugsunin að fólk kaupi eitt árskort, til dæmis hér í Hveragerði, og það gildi í öllum hinum laugunum sem að fengi þá engan pening á móti eða kaupir maður eitt árskort og á að skrá sig í hvert skipti sem maður fer í sund og þá sendur peningur á milli eða því að svo er líka svo mikill munur á íbúafjölda, 10 eða 11.000 manns sem búi í Árborg. Ef þetta var allt í jafn stór sveitarfélög, þá getum við sagt, við látum bara allir sem kaupa árskort fá ókeypis í hinu lögurnar. En bara þarna hinum megin við Varmá eru 11.000 íbúar, það er ekkert sambærilegt við Hveragerði og Ölfus. Þannig ég varstu bara að spá eitthvað í hvaða útfærslu varstu að velta fyrir þér? Að það væri bara ókeypis alveg eða hvað? Takk Aldís, Jóhanna Gjörsvöld. Já, takk fyrir þetta forseti Aldís. Mér finnst bara sjálfsögur gott að velta þessu upp. Mér finnst persónulega svolítið dýrt að fara að kaupa sundkort fyrir 90.000 ef ég ætlaði að kaupa árskort í hvert einasta sveitarfélag. En kannski væri hægt að búa til eitthvað samstarf þar sem að þú myndir greiða eitthvað örlítið meira, reikna það eitthvað út og sjá hvernig það kæmi fyrir. Ég veit það ekki, en er ekki bara, þetta er hugmynd og þetta er hugmyndastigi rauninni samstarfsverkefni á milli sveitarfélagana og mér finnst bara eðlilegt að við vísum því til menningar- og frístundanefndar eða menningar- og frístundafulltrúa að finna einhvern flöt á þessu og sjá fyrir sér af því að ég líka ég var nú búin að heyra frá okkur varðandi þessu umræðu að Jóhanna Hjartardóttir hafi nú eitthvað verið að hún allan að kommenta undir eitthvað status hjá mér á Facebook þess efnis að það væri eitthvað búið að vera að kanna þetta, þannig að þetta er kannski ekki alveg nýtt af nálinni, þannig að ég hugsa að það sé alveg grundvöllur fyrir því að ræða þessa hluti, að við séum í einhverju samstarfi með þessi mál og
og eins og, þú veist, ég veit ekki hvort ég verið að nefna ykkur eins og gólfsvæðin, þú veist, fólk í einhverju vinnabæjarverkefnum á milli gólfvalla, þú átt kannski áskort einhverjum stað að borgar einhverja örlitla upphæð, en þar erum við kannski að tala aðrar fjárhæðir. En þetta allan að tillaga, þetta hugmynd og það ég skil alveg og ég ber virðingu fyrir því ef ykkur líst ekki vel á hana, ef ykkur langar ekki í svona sameiginlegt kort fyrir fjölskyldunar á Suðurlandi, milli þessara 3 sveitarfélaga, þá bara ber ég virðingu fyrir því, en mér langar að kanna hvort það séu einhverjar leiðir til þess. Takk fyrir. Takk Jóhanna, Njörður Kjölsvör. Já, forseti, bara aftur aðeins það sem ég nefndi hér áður og Aldís kom í raun og veru líka inn á. Það náttúrulega þannig að sveitarfélögin eru með aðskilin fjárhag og þau reka þetta batteri sem að sundlaugarnar eru fyrir tiltekið fjármagn og fá tekjur inn á móti. Þannig að það eitthvað svona útfærsla væntanlega á því sem að þarf að vera alveg á hreinu og mögulega eru tekjur á móti rekstrarkostnaði meiri á einum stað heldur öðrum og svo framvegis. En ég enda með lausnina í þessu, ef þið viljið hlusta. Það bara sameina sveitarfélögin og það allir með sama fjárhag og ekkert vandamál. Og þetta bara eins og í Reykjavík, það sem skiptir engu máli hvaða laug þú ert og inn í sama sveitarfélagi. Þannig að... Já, það er ákveðið á stærri vettvangi heldur en hér allavega. Friðrik næsta Kjölsvör, takk Njörður. Já, forseti, þetta ágætis hugmynd. Og en ég held að þetta snúist eins og umræðan hefur verið sko, peninga og hvernig skiptingin á þessu verður. Mér finnst bara vel á að tökum þetta í menningar, íþrótta og frístundanefnd og ég veit eins og Jóhanna nefnir þá hefur nafna hennar Hjartardóttir skoðað þetta fyrir 4-5 árum síðan með sem sagt þeim í Árborg og í Ölfusi en það fór aldrei neitt lengra heldur en það. En út að ég þekki aðeins að þessi sameiginlegu kort, veiðikorti, útilegukorti, milli golfklúbba og þetta allt hefur aldrei gengið einmitt út af þessu og ég nú rætti það stundu við á tjaldsvæðinu hér að hann vill helst ekki vera í þessu útilegukortinu því að hann bara fær ekkert út úr því. Þannig að það er bara, þetta snýst allt held ég bara fjármagnið. Og hvernig skiptingin verður. En það að gera bara að skoða þetta áfram og þá að menningar, íþrótta og frístundanefnd skoða þetta og reynir kannski að koma með einhverjar lausnir og jafnvel að Jóhanna þá hef ég aftur þetta samtal. Takk fyrir þetta Friðrik. Aldís Kjölsvör. Já, sko ég var nú ekki að segja ég var neikvæð fyrir hugmyndinni, ég var bara að reyna svona að átta mig á hvað væri verið að tala. Því að þegar ég las greinina þeirra sem var mjög góð að þá var verið að tala svona að fólk þetta var svo flókið að fólk þetta eiga svo mörg kort og fólk var að tína kortunum. Og það þetta allt annar handleggur að búa til einhvers konar kerfi, eitthvað app eða eitthvað þannig. Þannig að var kaupin 30 miða kort hér og það dettur bara inn í appið. Svo fer það á Selfoss og kaupin 30 miða kort þar og það í appinu og Ölfus í appinu. Og það væri, og svo dregur bara í hvers skipti sem þú ferði í sund hér, þá missur þú eitt skipti í Hveragerði, svo fer á Selfoss missur eitt skipti þar. Og þá ertu komið með þetta allt á eitt stað og ert laus við þessa umræðu og þetta vesen með að tína kortinu. Þannig ég var svona að fiska, ertu að meina eitthvað svoleiðis? Takk Aldís. Jóhanna Kjölsvör. Já, takk. Mér finnst gaman hvað þið hafið mikinn áhuga á þessari útfærslu. Útfærslan eins og ég segi sko, þegar maður kemur með hugmyndir þá veist mér svona allt í lagi að í svona lýðræðis samfélagi við ræðum hugmyndirnar og útfærslunar og það er svona fagna ég þessar hugmynd ykkar að vísa þessu í þessar nefnd, gott. Kannski stóra málið ekki sundkortin í vasan en samt auðvitað allt í lagi að færa okkur til nútímans og vera að minnka pappírinn og af því að það er líka umhverfisvænt. Við erum búin að tala mikið umhverfismál þannig að kannski bara einn liður í því. En það er kannski ekki í stóra samhenginu en þú talar akkurat 30 miðar á hverjum stað fyrir sig í appið þá erum við komin upp í 90.000 krónur þannig að hugsunin í grunninn að þú sparir eitthvað pening kannski má áskorti vera örlítið dýra því að nú ég komin í útfærslur þetta er bara, það er ekki búið að reikna þetta út í stóra samhenginu ef að kortið eitthvað örlítið dýrar heldur en rauninni áskortið sem slíkt þannig að eitthvað renni til sveitarfélagana ég veit ekki hvernig við getum gert það má skoða það betur en að þú hugsunin sem slík að þú farir frekar í sund af því að þú ert með þetta afsláttarkort. Ef þú hefðir ekki verið með það,
þá fengist, þannig að sveitafélagið er raunin að fá eitthvað í staðan fyrir ekki neitt. Mín hugsun er þannig. Og við það, þú veist, þú ert vanalega, þú átt þína uppáhald sundlaug, þú mætir á þinn stað yfirleitt, en það er ákveðin afþrengar möguleiki, eins og ég nefni í greinagerðinni, að þú hafir möguleika náða að fara í næsta sveitafélag og víkka sjóndildarhringinn og fara í aðra sundlaug. Þú ferð og heimsækir og við fáum gestina hingað til okkar. Þó það renni ekki beint í bæjarsjó, þá kannski stoppar fólki í ísbúðinu og kaupir sér ís. Takk fyrir þetta, Jóhanna. Ég held að sé ein útfærsla sem væri möguleg í þessu til dæmis og það væri að þú gæti keypt bara inneign í appi og svo ferði í sundlauginni Hveragerði, þá dregst frá einn þar og svo framvegis á Selfossi og þá skiptast tekjurnar eftir því hvert þú ferð. En Aldís Kjölsvöld. Nei, ég ætlaði bara að segja að mér finnst bara mjög gott að taka þessu umræðu hérna líka til að fá fram svona hver er grunn hugmyndin á bakvið tillöguna svo að Friðrik sem formaður nefndarinnar getur farið með það veganesti inn í nefndina þegar farið verður að ræða þetta þar, sko. Jó. Heyrði, en þá engin fleiri við þessu hljóðs, þannig ég bara ber þessar tillögu upp til samþykktar að við vísum þessu á menningar, íþrótta og frístundanefnd til umfjöllunar. Við sem samþykki því, samþykkt samfélög. Þá erum við komin að loka liðum, það er liður 11, stjórnarfundur Bergrisans frá 27. janúar. Orðið laust hana. Hún er í rauninni lögð bara fram til kynningar, þannig að það er ekkert samþykktarferli í því, engin kveðs ljós. Þannig að þá dagskrá fundarins tæmt og upptöku lýkur þar með og takk fyrir þeim sem hlustuðu.